við ætlum að fá að frétta og fregna aðeins og fræðast af starfsemi Rauða krossins í Árnessýslu og til okkar komin góður gestur, framkvæmdastjóri Rauða krossins á Selfossi, Erla Sigurjónsdóttir. Vertu velkomin, Erla. Takk fyrir. Ég reyndar starfsmaður. Þú ert starfsmaður, já, það bara ágætt líka. Já. En starfsemi Rauða krossins hér á þessu svæði töluvert mikil og hún kannski meiri svona yfir vetratíman heldur en kannski yfir hásumarið. Segðu okkur nú frá því hvað helst verið að fást við þessa dagana? Já, það sko margt að vera hjá okkur núna. Við erum nýbúnar ljúka við að hafa basar. Já. Sem að prjónahópurinn síðasta umferðin sér það eru konur sem hittast á hverju mándegi. Já. Og prjóna eftir hádegi. Og allt sem þær prjóna þar fer á þennan basar. Þessi basar gekk rosalega vel. Hann alltaf síðasta vetrardag. Já. Nei, fyrsta vetrardag segi. Já, auðvitað. Og síðan í framhaldinu af því núna þá ákváðum við að vera með fatamarkað. Já. Sem að byrjaði í dag klukkan 1 og stendur til 5 og verður á morgun og föstudaginn. Frá 1 til 5. Ég veit ekki hvernig framhaldi verður með hann en hann lofar góðu. Já, sko. Eftir fyrsta dag. Og núna í dag byrjaði hópur hjá okkur sem við kallum strákakaffi. Það eru strákar 18 til 30 ára sem hittast hjá okkur og þeir ætla að gera eitthvað skemmtilegt saman og hugmyndin að vera með flugnýtingar. Já. Og þeim leist rosa vel á það. Ég var einmitt að koma frá því núna því að það hópstjóri með þá, hann heitir Sigurjón Valgeir. Já. Og ætlar að sjá þetta fyrir okkur. Brosið það samstarfsverkefni á Krabbameinsfélagsins og Rauða krossins. Og það fyrir fólk sem hefur verið að glíma við veikindi og það einmitt núna klukkan 5 þá hittumst við og sittum og spjöllum og ætlum að vera með einhverja fræðslu. Já. Svona í framhaldinu þegar hópurinn hefur aðeins stækkað. Hann svona alveg á byrjunarstigi í fæðingarhríðunum. Já. En strákakaffi, það líka samstarfsverkefni frá Vinnumálastofnun og Birtu, starfsendurhæfingu. Einmitt, já. Þannig að það mjög spennandi verkefni og hvet alla stráka 18 til 30 sem að vilja taka þátt í að gera þetta og endilega koma og skrá sig í Rauða kross. Auðvitað. Og svo eru jólin framöndan, það ekki langt í jólin. Og þá hefur Rauða krossin verið með stórt hlutverk. Já, það sko Rauða krossin, kvenfélögin, Lions, kirkjan. Já. Og síðan svona ýmis félög sem að hafa lagt þessu lið. Og það heitir sjóðurinn Góði og við erum einmitt núna bara að undirbúa það á fullu. Já. Koma því á stað og það verða umsóknardagar. Ég hefði nótt að taka með mér, ég man nú ekki alveg dagsetningarnar á því. Nei, það einhver tíman í kringum mánaðamótin. Já, það í kringum mánaðamótin. Ég var að skoða þetta í auglýsingu sem birtist í dagskrána á morgun. Já. Einmitt. Og það stór hópur sem að stendur á þessu og í fyrra þá var eitthvað 3,4 sem að var úthlutað úr þessu sjóð. 3,4 milljónir, já. Þannig að þetta mjög þarft verkefni. Já, og greinilega mikil þörf á þessu í okkar allsnægta þjóðfélagi. Þá því miður margir sem að hafa ekki nóg. Það bara svo leys. Það bara þannig, já. Og hvað eftir áramótin eitthvað sérstakt eða nýtt þá á ferðinni? Það verða bara þessi verkefni sem við erum með eins og prjónahópurinn, þær slá aldrei slöku við, þær mæta alltaf hverju einasta mándegi. Já, akkurat sko. Allt árið kring, það ekki sumarfrí einu sinni. Nei. Og svo föt sem framlag, það hópur sem hittst alltaf á miðvikudögum. Já. Þetta og svo náttúrulega bætast hinnir hóparnir við, þannig að strákakaffið og brosið. Einmitt. Þannig að, og svo neyðavarnirnar sem eru náttúrulega, en við ætlum reyndar að vera með eitthvað af svona námskeiðum. Já, ég ætlaði að spyrja, einhver námskeið á döfinni hjá okkur? Það skyndihjálpar námskeið til dæmi sem verður núna 15. Já. Fyrir almenning. Já. Og það mjög ódýrt á það og flest stéttarfélög taka þátt í kostnaði þar líka. Það 6.000 krónur ef þú ert ekki sjálfboðaliði. Já, einmitt. Það mikil aukning í skyndihjálp. Já. Fólk búið átt að segja að það borgar sig að kunna skyndihjálp. Nú, auðvitað, það veit engin hvenær eitthvað getur komið upp á. Nei, nákvæmlega. En það bara mjög mikið að gera og gaman. Já, það gott að heyra. Og við erum að reyna að þjálfa svolítið upp eins og í neðaverðunum. Já. Halda okkur svolítið vakandi þar. Við búum náttúrulega á þannig svæði, það getur nú svo sem eitt og annað
komið upp á hér hjá okkur og það er eins gott að vera vita af góðum hópi til aðstoðar ef eitthvað gerist. Erla Sigurjónsdóttir, bestu þakki fyrir að líta hérna við hjá okkur og megi ykkur ganga vel í Rauða krossinum. Takk fyrir það. Takk að þið fyrir.